á fundinum, en í fyrsta máli, samkvæmt útsendri dagskrá að það var fyrsta mál ályktunartillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna, Pírata og Framsóknar og flugvallavinna auknar tekjur til sveitarfélaga vegna ferðamanna. Framsókn og flugvallarvinir eru ekki með á þessu máli. Það skal tekið fram hér og borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallavinna mun gera betur grein fyrir því hér á eftir, en fyrstu tekur til máls háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að leyfa mér að hafa kannski skemmri skýrn á þessari framsögu heldur en ég var búinn að undirbúa í ljósi tíðinda dagsins, en vil þó engu að síður undirstrika mikilvægi málsins og það að hafi framgang. En hálf hikandi að veigra mig við því að fara að halda mikla ræður afstöðu einstakra ráðherra í fráfarandi ríkisstjórn til gistináttargjalds og sjá hverju framvindur þar, en þetta hins vegar það mikið hagsmunamál Reykjavíkurborgar að það auðvitað ljóst að borgarstjórn öll og sveitarstjórnarstigið þarf að standa saman í að reka þetta erindi, hvaða ríkisstjórn sem verður í landinu. Og þá á ég við það að sveitarfélögin og borgin fái hlutdeild í tekjum af ferðafólki til þess að mæta meðal annars útgjöldum sem tengjast aukinni ferðamennsku. Þá erum við að tala margvíslegan aukinn kostnað vegna umhirðu og aðstöðusköpunar innviða, en líka slits, til dæmis á götum, þar sem að stór hluti nýra bíla eru bílaleigubílar og við vitum öll að rútur valda meira álagi og þyngri bílar heldur en fólksbílar og ferðaþjónustan á þar sinn hlut. Þegar hins vegar horft á þær tekjur sem að samfélagið vissulega fær af ferðamennsku, sést meðal annars á skattsviðinu, þá renna þeir skatta fyrst og fremst til ríkisins. Þetta ósanngjarnt. Þessu þarf að breyta og það fjallar þessi ályktun. Ég svo tilbúinn að svara spurningum með að fara dýpra í málið eftir því sem kallað eftir, en ég held að þetta sé kjarninn. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og Jóna Björg Sætran næst á mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn. Við ítreka rýni í texti ályktunartillögunnar að loknum fundi í forsætisnefnd 1. apríl 2016 var mér ljóst að mér væri ekki stætt á því að styðja ályktunartillöguna fyrir hönd Framsóknar og flugvallarvinna og ástæðurnar eftirfarandi. Stjórnstöð ferðamála samráðsvettvangur þar sem nú þegar unnið að því að tryggja sveitarfélögum tekjur til að mæta auknum straumi ferðamanna. Í því sem nefnist vegvísir að ferðaþjónustu segir, með leyfi forseta, útfæra leiðir til að sveitarfélög hafi tekjur til að mæta kostnaði þeirra við uppbyggingu og rekstur áfangastaða ferðamanna sem lúta þeirra stjórn, tilvitnun lýkur. Í tillögunni segir, með leyfi forseta, borgarstjórn óskar einnig liðsinnis samtaka aðila í ferðaþjónustu við að vekja stjórnvöld í málinu, tilvitnun lýkur. Þvert á móti telja Framsóknar og flugvallarvinir að stjórnvöld séu vel vakandi og vinni að því að heilum hug á vettvangi stjórnstöðva ferðamála ásamt sambandi íslenskra sveitarfélaga og samtökum ferðaþjónustunnar. Niðurstaðan sem sagt sú að Framsóknar og flugvallarvinir styðja ekki ályktunartillöguna óbreytta. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá.
Já, forseti og góðir borgarfulltrúar, það er auðvitað rétt sem borgarstjóri sagði, alltaf við förum ekki eitthvað færri orðum þetta heldur en upphaflega stóð til vegna þess að við erum auðvitað, það liggur mikil spenna í loftinu einhvern veginn og það er einhvern veginn allt að gerast á sama tíma. En þetta er mál sem var sett á dagskrá og ég vildi ekki taka þátt í því fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins að setja á dagskrá vegna þess að mér fannst og finnst enn að það er ákveðnir þættir í þessari bókun eða þessari tillögu, þessari ályktunartillögu meirihlutans sem er bara hreinlega ótímabært að minnstakosti að setja fram. Og ég segi ótímabært vegna þess að ég á nú sæti í stjórnstöðu ferðamála sem er bara hefur nýhafið störf og ég held að hennar fyrsti fundur hafi verið í nóvember, hann var í nóvember á síðasta ári og hún hefur svona það sem ég kalla biblíu og ég lyfti hér upp biblíu stjórnstöðuna, þessi vegvísir í ferðaþjónustu sem er niðurstaða vinnu sem átt sér stað allt land, stefnumótunarvinnu, þar sem voru sett fram forgangsmál, markmið og mælikvarðar og eitt og annað. Og stjórnstöðin hefur hér blaðsíðu 9 í þessu hefti sem heitir Forgangsmál í verkefnaáætlun 2016 til 2017. Og þar á einn liðurinn í því sem er í algjörum forgangi hjá stjórnstöð. Það er útfæra leiðir til að sveitarfélagið hafi tekjur til að mæta kostnaði þeirra við uppbyggingu og rekstur áfangastaða ferðamanna sem lúta þeirra stjórn. Afsakið forseti, ég hef átt að biðja leyfi til þess að vitna í þetta. En þeirri tilvitnun er nú lokið. Í meðferð stjórnstöðurinnar hefur þetta kannski ekki nákvæmlega þetta orðalag rekstur áfangastaða ferðamanna sem lúta þeirra stjórn, verið notið heldur bara almennt að tryggja hlutdeild í tekjustofnum, að sveitarfélög fái hlutdeild í tekjustofnum vegna aukinnar ferðamennsku eða aukins straums ferðamanna til landsins. Þannig ég sem borgarfulltrúi og stjórnarmaður í stjórnstöð ferðamála geta ómögulegt ekki þátt í því hér í borgarstjórn að samþykkja áskorun á okkur í máli sem við erum að vinna að og er forgangsmál. Við þetta get ég svo bætt að ferðamálaráðherra hefur birt yfirlýsingu þar sem að hún bendir á að það sé misskilningur að gjaldtaka ferðaþjónustu sé ekki forgangsmál. Hún mun hafa sagt á ársfundi Samtaka ferðaþjónustunnar að gjaldtaka ferðamönnum væri ekki efst á mínum verkefnalista núna og þar átti hún við náttúrupassan. Þetta er forgangsmál og þetta er mál sem er í vinnslu. Ég tel hins vegar að ef að meirihlutin væri tilbúin til þess að breyta þessu, þá kemur alveg til greina að við samþykktum þetta saman. Það sem þetta væri bara almenn áskorun það að tryggja það að sveitarfélögin fái hlutdeild í tekjustofnum. Útfærslan á því verður svo að koma seinna. Ég get til dæmis bent á það að núna liggur fyrir frumvarp til laga þingmannamál frá Kristjáni Möller að hækka gistináttaskattinn svo rosalega að tekjur á honum verði næstu 2 milljarðar á ári í staðinn fyrir 300 milljónir. Þannig að það er svona ýmislegt verið að hugsa í þessu máli. Ég er ekkert viss að sú útfærsla sé rétt og ég held við eigum ekkert að vera að fara mikið út í útfærslu hér á þessum fundi. Aðalmáli er þetta, ég trúi því að við séum sammála það að sveitarfélög eigi að fá eðlilega hlutdeild í tekjum vegna aukins straums ferðamanna og það mál er í vinnslu. Og þegar eitthvað svona mál er í vinnslu, ég tala nú ekki þegar ég seti stjórn fyrirbæris eða stofnunar eða það heitir endur ekki stofnun, það heitir samstarfsvettvangur og svo maður vitni nú í samræmingavettvangur, svo ég vitni nú í það hvað það er kallað á ensku, að það er svona whole of government approach sem þessi stjórnstöð er. Hún á að flýta fyrir málum og því trúi ég að hún sé að gera og ég hef bind mikla vonir við það. Þannig að
Ég get ekki tekið þátt í því að skora á stjórnstöð ferðamála í máli sem að stjórnstöðin með sem forgangsmál. Þannig að mér finnst það bara líka frekar vandræðalegt að við værum að samþykkja slíka ályktun hér í borgarstjórn. En ef að meirihlutinn tilbúin til þess að breyta henni þannig og hún sé bara almenn ályktun á þess að vera eitthvað að hnýta í ráðherra ferðamála eða stjórnstöðuna, bara almenn ályktun að tryggja sveitarfélögum hlutdeild í tekjustofnum, þá ég alveg til í að skoða slíkt. Ef ekki, þá munum við kynna bókun sem að Framsókn og flugvallavinir munu standa að með okkur í þessum máli. Nú borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heyri í raun talað samstöðu í orðum borgarfulltrúans og lýsi mig opinn fyrir því að við gerum orðalagsbreytingar þannig að við getum sameinast þetta mál. Ég held að það sé mikilvægt að við komum fram sameiginlega, ekki bara sem borgarstjórn, heldur sem í raun allt sveitarstjórnarstigið í þessu máli. Og legg til að við frestum atkvæðagreiðslu ályktunina inn á fundinum, en svona leitum eftir því að breyta orðalaginu þannig að allir geti staðið að þessu, því að efni máls aðalatriðið. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvarnum lokið og Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, næsta mál á dagskrá. Forseti, ágæti borgarstjórn, þetta mál mjög hugleikið. Ég held ég að fyrst skrifa greinargerð gistináttagjald árið 2011. Það má alveg benda á það að ef fólki finnst óþægilegt að gagnrýna núverandi stjórnvöld fyrir seinagang, þá rauninni má rekja þetta klúður með gistináttagjaldi til síðustu ríkisstjórnar. Það var rauninni alveg furðulegt þegar það var sett á gistináttagjald sem rann til ríkisins, en gistináttagjald oftast nefnt hóteltax eða citytax víðast hvar í heiminum og tekjustofn sveitarfélaga. Það voru því ákveðin vonbrigði þegar gistináttagjaldi var sett á sínum tíma, en það vaskurinn hugsaði sem tekjustofn ríkisins af ferðaþjónustunni. Árið 2015 voru tæplega 3 milljónir gistinátta á höfuðborgarsvæðinu. Stór hluti þeirra var í Reykjavík. Ef við gerum ráð fyrir að 80% þessara gistinátta hafi verið í Reykjavík, sem ég held að sé nokkuð nærri lagi, en Hagstofan brýtur ekki höfuðborgarsvæðið upp frekar í sínum tölum, opinberu tölum, þá má gera ráð fyrir að 2 evru gistináttagjald hefði skilað borginni 680 milljónir í tekjur á seinasta ári. Þessar 2 evrur ekki gripnar á lausu lofti. Róm samþykkti gistináttagjaldi í desember 2010 og þar voru 4 og 5 stjörnu hótelin með 3 evrur per nótt, 1, 2, 3 gistiheimili íbúðagisti með 2 evrur, en það akkúrat algengastu gistinæturnar í Reykjavík. Tjaldsvæði 1 evra og farfuglaheimili þurfu ekki að greiða neitt. Það var líka ástæða til að taka upp þetta gjald í Róm. Þarna mikið af fornminjum, þar voru ferðamannastaðir í niðurníðslu og borgin tekur á móti gríðarlegum fjölda á hverju ári. Þannig að ef við værum bara með svipaða tekjur á Róm eða svipaða gjaldskrá, þá væri þetta 680 milljónir. Og það má gera alveg helling fyrir 680 milljónir og ég held til að mynda að 680 milljónir myndi vera mjög mikilvægt tæki fyrir okkur til að skapa þá sátt sem þarf að skapa milli borgarbúa, borgaryfirvalda og ferðamanna og fyrirtækja í ferðaþjónustu. Helstu umkvörtunarefni tengjast við oft að það vantar peninga. Það vantar að auka þrif, það vantar að auka viðhald, það vantar að fara í aukinn rekstur í borgarlandinu samhliða fjölmörgu gestum sem við fáum. Af því við erum ekkert á móti ferðamönnum, við þurfum bara að geta tekið vel á móti þeim. Seinustu árin hefur allt einkennst svolítið af hægagangi. Allar spár hafa verið upp á við og síðan hefur raunin verið enn brattari fjölgun en við gerðum ráð fyrir. Í dag rekur borgin menningar og ferðamálaráð, upplýsingasetur fyrir ferðamenn, niðurgreiðir söfn, almenningssamgöngur og sundstaði og fjölmargt fleira. Svona tekjur myndu skipta gríðarlegu máli.
ef við skoðum aðeins gistináttagjald eða hóteltax víðar í heiminum, þá eru borgir og sýslur í Bandaríkjunum að rukka hótelskatt af gistináttum. Í Kaliforníu er þetta bilið 6–12%, í Kanada er þetta 8%, í Panama er hann 10%, þannig að þetta er víðast hvar í heiminum og það er mjög mikilvægt að þessu er haldið aðskildu, held ég allstaðar nema á Íslandi, þar sem hér eru ríkið með tvöfaldan tekjustofn af gistináttum í gegnum bæði vask og gistináttugjald. Mér finnst þetta endilega bara flott að við getum breytt orðalega og sameinast öll þetta af því að þetta er gríðarlega mikilvægt. Mér finnst fyrst og fremst við erum að líta á þetta sem mikilvægt tæki fyrir okkur öll til þess að skapa sátt og til þess að auka ánægju borgarbúa, auka ánægju ferðamanna okkar og okkar allra og nota þetta til þess að draga úr þeim núningi sem nú þegar er farin að myndast víða. Takk hérlega. Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá Skúli Helgason, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég vil rétt koma hér upp, segja nokkur orð þetta málefni sem er gríðarlega mikilvægt. Eitt það mikilvægasta í okkar atvinnulífi þar að segja, mjög hröð og mikil uppbygging ferðaþjónustunnar sem er auðvitað fagnaðarefni í þeim skilningi að það er gott að þessi grein hefur vaxið og dafnað á undanförnum árum og er nú gjöfulasta atvinnugrein landsins þegar það kemur að gjaldeyristekjum þjóðarinnar. En áhyggjuefni er þetta að við höfum sem þjóð sofnað á verðinum hvað varðar uppbyggingu innviðanna og við sjáum merki þess út um all land, við sjáum merki þess líka í borgarsamfélaginu, það er miklu meira álag á götum borgarinnar út af þeim bifreiðum sem að tengjast ferðaþjónustunni og allir sjá að það er mikil þörf fyrir aukna þjónustu við þann mikla fjölda ferðamanna sem að sækir borgina heim, litar mannlífið sem að er jákvætt, en við höfum sofnað á verðinum varðandi það að tryggja sanngjarna tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga til þess að takast á við þessa miklu fjölgun ferðamanna sem að eins og við þekkjum öll hefur hlaupið á tugum prósenta ár eftir ár núna í alllangan tíma. Og það er hárrétt og er svona svolítið dómur yfir stjórnsýslunni hjá okkur á pólitíkinni að gjaldtaka hefur verið í umræðunni í fjöldamörg ár og hárrétt sem að borgarfulltrúi Kristín Sofía Jónsdóttir kom inn á hér áðan að það var á síðasta kjörtímabili sem að gjaldtaka í samhengi við stofnun Framkvæmdasjóðs ferðaþjónustunnar var í umræðunni en núna 67 árum síðar bólar ennþá ekki dáinni. Við erum ennþá með mjög lágt gistináttagjald sem skilar afar lágum fjárhæðum í ríkissjóð en ætti með réttu að vera að skila tekjum til sveitarfélaganna í landinu. Á sama tíma erum við með þá stöðu að sveitarfélögin á landinu eru að mynda sérstakann skattstofn fyrir ríkið. Það hefur komið fram á vettvangi samband sveitarfélagana að sveitarfélögin sameiginlega á Íslandi eru að borga 8–10.000 milljónir króna á hverju ári til ríkisins í virðisaukaskatt og ef við lítum til nágrannalandana þá eru frændur okkar á Norðurlöndunum með það fyrirkomulag margir hverjir að sveitarfélögin mynda ekki slíkt andlag skattlagningar og sú staða er sem sagt núlluð út þá á hverju ári. Við sjáum í hendi okkar hvað gríðarlegir hagsmunir eru þar undir bæði fyrir Reykjavík sem og mörg önnur sveitarfélög í landinu. Þannig að ég tel að þetta sé mjög mikilvægt erindi sem að hér er að koma fram í borgarstjórn að skora á stjórnstöðum ferðamála að beita sig fyrir því að sveitarfélögum verði tryggð hlutdeild í tekjustofnum til þess að mæta þessum stóraukna straumi ferðamanna. Er að sjálfsögðu fylgjandi því að við reynum að breyta orðalaginu þannig að við getum náð saman hér í borgarstjórnum þetta efni. En undir er ennþá stærra mál sem er almennt tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaganna og tengist málefnum fatlara, tengist málefnum grunnskólans, tengist sömuleiðis bótum sem að ég tel að var mikilvægt að sveitarfélögin fái í tengslum við það tekjutap sem að þau hafa orðið fyrir í tengslum við skuldaleiðréttingu ríkisstjórnarinnar. Ég hef sjálfur óskað eftir því og rétt að það komi fram hér á vettvangi sambands íslenskra sveitarfélaga að það séu teknar saman upplýsingar það
hversu mikið þetta tekjutap sundurliðað á sveitarfélögin í landinu og veit að það verið að vinna þær upplýsingar af hálfu skattyfirvalda í landinu, vonandi liggja þær fyrir en seinna. En ég grunum að þar séum við að tala hagsmuni fyrir borgina sem að hlaupa á hundruðum milljóna króna. Ég þakka fyrir þessa umræðu hér og fagna því að við náum saman breytt orðalag þannig að við getum staðið saman að þessari samþykkt. Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og Björn Blöndal borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það kannski svolítið skrítið að vera að ræða þetta mál svona núna, eins og kannski flest önnur mál heldur en málefni líðandi stundar, en það nú þannig enga síður að þetta gistináttagjald stór mál fyrir Reykjavíkurborg og sveitarfélögin og hér nú nokkrir svona lykilleikarar í þessu, formaður stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga og stjórnarmaður í stjórnstöð ferðamála og við svo, auðvitað hér, borgarfulltrúar. Það nokkur atriði sem ég held að sé mikilvægt að séu tekin aðeins til skoðunar varðandi þetta gistináttagjald. En aðeins bara til að byrja á gistináttagjaldinu, sko. Það auðvitað í raun og veru stór skaði að við skulum ekki vera búin að taka af skarið með þetta fyrir löngu og við höfum í raun og veru bara tapað stór fé á því landið og sveitarfélögin, fé sem við hefum getað nýtt til ýmissa mjög brýnna verkefna sem með beinum hætti tengjast álagi af auknum fjölda ferðamanna. Gistináttagjaldið auðvitað innheimta á því og einhverju svona tæknilegar útfærslur virðast hafa vafist eitthvað fyrir fólki í þessu og meðal annars sagði nú fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson á fundi með samtöku sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu síðastliðið haust að ríkisskattstjóri teldi upphæðina sem að kæmi af gistináttagjaldinu svo litla að það tækið ekki að innheimta hana. En það þýðir auðvitað, og það verður svo flókið að innheimta þetta, en það þýðir auðvitað einfaldlega að gjaldið of lágt. Og allar borgir einlega sem ég hef komið til, það innheimta sérstakt gistináttagjald. Þetta ekki verð sem að neitt tekið sérstaklega fram þegar maður fær verð á gistingu uppgefið á netinu við bókun og annað slíkt og það tekið fram að svokallega sitt í tax muni bætast við og ég held að það sé þannig í flestu tilvikum, það getur verið undantekningar á því að sjálfsögðu, en gistináttagjald þarf auðvitað að nema einhverju upphæð sem að máli skiptir. Algengt, maður hefur séð eins og Kristín Soffía nefndi annað hvort prósentu, borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir nefndi ákveðna prósentu sem lögður on á gistigjaldið eða verðið fyrir gistinguna og einnig í mörgum tilvikum bara föst upphæð, kannski á bilinu 3 til jafnvel 5-6 evrur. Og ég held að til dæmis ef við varum að fá hér inn 700 krónur af hverju gistinótt að þá myndi það muna heilmiklu. Það sem að hins vegar þarf aðeins að taka tillit til og þetta skiptir það máli þegar að stjórnstöð ferðamála fjallar málið hjá sér og af því að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sem jafnframt formaður sambandsins og stjórnarmaður í stjórnstöð ferðamála nú komin hér aftur í salinn, að þá vil ég bara brýna það enn og aftur að þetta þarf að gerast hratt. Þetta þarf að gerast hratt og það þarf ekki neitt sérstakan aðlögunar tíma fyrir ferðaþjónustuna til þess að gera grein fyrir þessu í sínu verði fyrirfram af því að þetta skattur sem leggst ofan á hið hefðbundna gjald og við getum algjörlega útfært það eins og aðrar þjóðir. En hins vegar þá veit ég bara til þess að sveitarfélög á landsbyggðinni sem að mörg hver búa ekki við það við getum kallað jöfnu dreifingu eða aukinn fjölda ferðamanna utan hefðbundis ferðatíma sem þessi 3 sumarmánuðir. Þau einhvern veginn
eru kannski ekki að berjast nægilega fyrir þessu og telja þetta ekki heppilega leið, en það eru þetta möguleiki að hafa innbyggt í þetta gistináttagjald að hluti þess, kannski 2/3 gangi beint til sveitarfélagsins þar sem það er innheimt, en 1/3 fari svo í gegnum eitthvað jöfnunarkerfi til uppbyggingar ferðamannastaða eða, já, þeirra sveitarfélaga sem að svona standa aðeins höllum fæti. Þannig að ég gerir ráð fyrir að við gætum alveg stutt eitthvað slíkt ef að það yrði niðurstaða stjórnstöðvar ferðamála. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Vona bara að við getum komið okkur saman orðalag sem allir geta verið á, því að það skiptir mjög miklu máli að við mætum þessum, að við förum fram með þessa kröfu sem heild, bæði við hér í borgarstjórn og eins sveitafélög, samtök sveitafélaga í heild, því að allur ágreiningur þetta, hann er bara að tefja málið og meðan bara leka peningarnir eitthvað út til útlanda. Veit ekki hvert. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og endanleg tillaga liggur ekki fyrir. Forseti gerir örstutt hlé á fundi. Ég veit ekki, er eitthvað að búa til þessa tillögu eða er þetta bara eitthvað sem allir er að tala og enginn gerir? Halldór er að gera eitthvað allt annað, sko. Ok, við Halldór erum sko búin að vera í öðrum samskiptum hérna á meðan. Ég held að Dagur væri jafnvel að vinna þetta.
Fundi er framhaldið og tillögunni eins og hún var lögð fyrir fundin. Lagt hefur til að sú tillaga sem lögð var hér fyrir þennan fund, að henni verði vísað til borgarráðs. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með 14 greiddum atkvæðum. Við göngum til annars liðar á útsendri dagskrá.